Við ræddum áðan botnstreng í hliðarinn. Þar eru önnur lögmál heldur en í lóðrétt stígandi suðu. Við þurfum að muna að halda suðupinnanum þannig að við förum örlítið hallandi upp í. Mér finnst gott að hafa vírinn beint á eða jafnvel aðeins á undan þannig að ég sé örlítið með ljósbógan frá bránum málminum. Botnstrengurinn er á mínuspól og leggst þar yfirleitt mjög nett og skemmtilega. Þegar kemur svo aftur á móti að yfir strengjum er allt annað. Í uppsuðu, í lóðrétt stígandi, þá höfðum við alltaf suðuna fyrir neðan til að halda við fljótandi málminum. Nú þurfum við að huga öðruvís að því. Strengur númer 2, hann kemur hérna beint inn í, beint yfir botnstrenginn. Strengur númer 3, við leggjum hann hér í kantinn, svoleiðis að hann leggst hérna á þennan kant sem heldur honum uppi því þetta er fljótandi málmur. Og þá sjáum við það að þegar við erum að sjóða, þá horfum við á flotið á suðunni þannig að það leki ekki hérna niður en það nái að fylla upp kantinn. Því næst kemur næsti strengur sem er þá strengur númer 4 og hann notar þá streng númer 3 sem viðhald, hann heldur við sem sé fljótandi suðubaði og svo ef þörf er á þá getum við farið loka strenginn hér efst uppi og þá þarf maður að passa sig á að vera heldur ekki með kantsár og við getum farið þess vegna aðeins hraðar heldur en í hinum strengjónum en þetta er svona aðalega oft til þess að ljúka suðunni og hún verði hrein og falleg og standist kröfur.